Ok, við erum búin að tala stöðuna í dag, Já. einstaklingshyggju og bara samfélagið núti. Mhm. Við erum búin að tala heilbrigða vináttu, hvernig bara nokkur grunnatriði sem við sjáum í því. Hvað með þann sem 14 ára og hlustar, eða 40, whatever, einhver sem hlustar og upplifir, ok, mér langar í þetta, ég er sammála, en ég á ekki vin, ég er einmana. Já. Og þú veist, getur verið 14 ára, getur verið manneskja á háskólaaldri sem mjög algengt að vera einmana þá, háum aldri, við erum einmana á öllum stigum lífsins, það getum verið. Og okkur langar að byrja á að segja, og við ætlum að tala núna í þessum þætti nokkra tillögur að því hvernig þú bara hvernig eignastu vini. Það er engin formúla, það er ekkert heilagt sem að virkar alltaf, við erum ekki beint að draga þetta úr biblíunni þótt þetta rímalega við gildin þar, en okkur langar samt að byrja á að segja bara stundum bara tímabili einmanaleika. Já. Og við höfum báður upplifað það af eigin raun. Algjörlega. Og það er bara drullu vont. Það er mjög sárt. Það er sárt og mér langar bara að segja við þann sem að á þeim stað og þú veist, það sem við ætlum að tala núna, það sem hægt að gera, það er eitthvað sem að þú þarft að gera og ef að þú ert ekki að gera en upplifir samt einmanaleika, þá þurft þú kannski að taka það á. Ef þú eins og ert að reyna eða myndi gera það en bara getur það ekki, þá þarftu kannski bara aðeins að bíða, þá er þetta kannski bara vont og þá ertu kannski að gangi í gegnum dal sem að ljós og það er von við endanum, við getum báðir vitnað það. Og Algjörlega. tölfræðin er í hag, fólk kemst í gegnum svona hluti. Já. Og mér langar bara líka minnast á það að bænin getur verið mjög mikið styrkur og akkeri í svona tímum og aftur þar höfum við báðir upplifað líka hjálpi í bæninu og í Guði sjálfum að hann stendur með okkur, hann hefur líka verið einn. Jesus var einn á krossinum og hrópaði faðir okkur hefur yfirgefið mig. Já, akkurat. Og við ætlum að koma inn á svona okkar sögu og það sem hjálpaði okkur helst í næsta þætti, þess að við förum yfir okkar sögu. En bara punkturinn sá Guð stendur með þér eða þú ert einn. 100%. En svona það fyrsta sem okkur langar að tala varðandi það að hefja þetta ferli að sigrast á einmanaleika og komast í tengingu er það að feysa það. Þú veist, að kannski ertu þar að þú ert einhvern veginn orðin bara svona daufur fyrir þessu og ert bara, þú veist, ert jafnvel að bara með coping mechanisms sem að þú veist, hafa bara virkað fyrir þig en þú er ekki horfst í augu við það að þú ert einmana. Og það er, eins og segi, speaking from experience, að þá er það er viðbjóðslega sársaukar fullt skref að bara hvað ég er einmana. Wow. Fyrir það sem maður veit ekki þá er nost og meira svona wow. Það er svona pæling. Já, svona wow, svona upprópunarmerki. Ekki ógeð. Já. Bara eitthvað ég er einmana. Að og bænin er mjög gott svona fyrsta skref. Svona þegar þú einhvern veginn bara áttari á því að þú ert komin á botnin, skilur, að þá er það bara að horfa upp, líta upp. Og en svo er það bara, þú veist, ok, hvað ætla ég að gera í því? Bara ok, hér er ég á botninum og ég ætla að spyrna mér upp. Það er, þú veist, á botninum er engin leið nema upp og hvernig ger ég það? Sorry, ég bara hugsa, þú getur líka að fara áfram, það er allt áfram. Ekki ef þú skil onni brunni. Ferði ekkert eitthvað áfram þar. En þarna það er upp. Það er einlega fyrir bátnum og það er upp. Og þá er fyrst og fremst pælingin að hugsa svolítið þú veist, ok, hver er ég? Úr hverju er ég gerður? Fyrir hvað brenn ég? Hver eru mín áhugamál, gildi, slíkt og finna þér fólk sem að er á sömu bylgjulengd og þú. Skilur við? Að þarna og það er og tölfræðin hefur sýnt það að ef þú ferð consistently að mæta einhvers staðar helst í raunheimum
mögulega á netinu en helst í raun heimum með þú ferð bara að physically mæta einhvert á sama tíma vikulega, mánaðarlega, daglega skilur whatever og ert þannig í kringum svona sama fólkið oft að þá það brjálæðislega gott skref til þess að koma þér í tengingu við fólk kirkjan frábær vettfangur til þess að gera þetta og þú veist sunnudagar, geggjaðir eða föstudagar, skilur eða þú ert unglingur þú ert meira en velkomin hvenær svo sem það er skilur að í okkar tilfelli það sunnudagar og föstudagar en þarna eins og sé, það geggjað líka bara þú veist, íþróttir og svona specific áhugamál skilur brennuru fyrir ég veit ekki einhverju ákveðnu efni þú veist, getur komið í dæmi þar sem þið eru að grúska í sama dæminu hefur gaman af bókmenntum skilur, Harry Potter bókaklúbb eða eitthvað kannski fyrir þann sem að upplifir bara að hann algjörum bara glímið félagskvíða og nú eru hvorur okkar einhverju sérfræðingar og það við höfum bara upplifað kvíða og ég ætla ekki að tala út frá einhverju vísindum eða sálfræði en ég get talað af einraun og ég get talað af því sem hjálpaði mér þegar ég upplifi ekki reynda félagskvíða en annars konar kvíða og mér fannst mjög hjálplegt eitt sem ég sá bara í myndlíking þar sem það var kona sem var með það var svona reppbói svona einhverju kuppar eða svona viðardæmi og hún var að tala um það að þegar þú sekkur hún í kvíða og í þessu samhengi þú einangrast kannski þá kannski byrjar á því að þú ert félagslindur og tekur þátt í skóla félagslífinu eða skilur og vinnustanum og ert með þinn vinnahóp eða kirkjuna eða eitthvað dæmi svo smátt og smátt ferðið þú að óttast að einhvern veginn eða það líður óþægilega þar og þú kannski byrjar aðeins að ég ætla að hætta að mæta í þetta sem skiptir með mestu máli svo dregur út og hættir að mæta og hættir að taka þátt og hættir að vilja mæta í þú veist, meira og meira þannig að þú byrjar að einangrast meira og meira fattar mig byrjar að losa þig við fleiri og fleiri félagslega þætti í lífinu ok, rétt að skrifa til þess að komast tilbaka í bara heilbrigt félagslíf og náin vinatengsl ekki endilega og þarf ekki endilega að vera bara eitthvað nú ég ekki lengur félagskvíðin nú ætla ég að marga vini nú ætla ég bara að gera allt sem ég kannski skítrætur við má vel vera og við trúum okkur sem gerir kraftaverk en svona almennt tala minnst kosti þá þarftu kannski að horfast yfir það að bara taka smá skref bara að þú ert bara búin að einangrast heima algjörlega þá þarftu kannski bara þú veist og vonandi það mjög fá tilfelli en bara eitthvað fara út í búð kannski ertu betri stað vonandi og það er bara þið fætti hver að fara ég ætla ekki að útskýra þetta meina þar en bara að horfa raunsætt á þetta og taka þátt í því félagslífi sem kannski pínu áskorun eða nýtt eða nýtt fólk eða eitthvað eða þú veist að það ekki á seint að taka þátt í félagslífi í skólanum eða það ekki á seint að mæta í kirkju þá það getur verið óþægilegt en fætti hver að fara það þarf að byggja upp smátt og það sem eru tvö svolítið krúsjál atriði það sem ég horfa á þetta það að horfast í augu við það að þú ert þessi virði að eiga samfélag að það mætti segja að það fólk að núti sem eru vinið þínir en þú bara átt eftir að kynast þeim að þegar maður á þessum stað að maður óöruggur sjálfum sér og maður einhvern veginn upplifir að maður eigin eitt skilið og eitthvað það er svo mikilvægt að átta sig á því að þú veist, þér ekki ætlað að fara í gegnum lífið þitt og þú veist, Guð skapaði okkur sem samfélag Guð skapaði okkur til þess að eiga samskipti og samfélag við hvort annað og svo það að þú veist að þetta persónulegt þú veist, við byrjum eins og þú ert að tala skilur, þú ferð ekki endilega úr því að þú veist, vera einn heimahöður og svo skilur mætur á Dale Carnegie Conference þar sem að 500.000 manns í salnum þú veist, kannski þetta bara spurning þú veist, að endurvekja gömul kynni veist, bara hafa samband við eitthvað sem þú hefur verið í samskipti við þú veist, eða skiljast að koma þér í eitthvað samskipti við þú veist, 1-2 aðila þar sem þú
byrjar að rækta lítið og stækkar jaft og þétt. Ég held að gistið af því sem við erum að segja er í rauninni bara hvatning til þess að fara þarna út. Þú getur fundið að þú vilt einhverjar faglegri, praktíska leiðir eða eitthvað, þá fundið það bara í hjálp, hittu spjallaðu við fjölskylduna að þú ert góð að eða vini eða sérfræðing. Akkurat. En okkur langar að benda á til dæmis eins og hjálparsíma 1717 hjá Rauða-krossinum. Það er alltaf gott. Frábært úrræði. En svona okkar megin boðskap í þessu er bara það að við höfum trú á þér. Við trúum því að þú sért þess virði, að þú þarft vini og Guð býður vini og hann vill að eignast og eigi félagslíf. Og taktu því sem hvatningu til þess að fara út og líka áskorun. Kannski hefur verið að vanrækja sem þú ættir að vera að gera ef að þú vilt góða andlega heilsu og gott félagslíf. Kannski þarftu bara að step up your game og fara út úr húsi. Ekki taka þessum dóm, taktu því bara sem áskorun og sem hvatningu. Og líkilatrið því líka sem við getum tekið heila seríu er bara svona það að eins og eitt sagði, besta leiðin til þess að eignast vin er að vera vinur. Ég held að gestrisni sem hvort það sé heima hjá þér í heimahúsi eða bara að taka vel á móti fólki inn í þitt líf er skilyrði eða líkilatrið til að eignast vini. Ekki bara fara út, heldur líka bjóða fólki bara hei, til kaffi til í vera approachable. Já, þannig ég held að það sé svolítið lokaorðin í þessum einfalda þætti. Bara þú getur eignast vini, þú getur komist í hérna tímableimananleika ef þú ert þar. Og þú getur farið út úr húsi, þú getur tekið næsta skref og átt félagslífi sem að Guð vill þér.